Skoðum aðeins skýrsluna sem verður til hérna. Sjáu þetta, hér hausinn minn og hér kemur svona eitthvað ýmislegt og þetta sem ég segi, þetta bara eitthvað svona pröfukóði. Og það sem myndum venjulegum kringumstæðum myndum gera að velja hérna allt nema hausinn og hreinlega eyða því. En nú ætla ég bara að nota þetta aðeins til þess að sýna. Þetta það sem við köllum R-klump, hann lítur svona út. Og við setjum R-klump inn hérna með insert og R, þá kemur R-klumpur. Allur R-kóð þarf að vera R-klumpum. Svo bara venjulegur texti hér, ég fer í þetta allt svo betur og eftir. Hér kemur aftur R-klumpur og við sjáum að hér bara verið, þetta plottskipun, hér við að teikna einhverja mynd. Og við sjáum að myndin kemur hérna í skýrsluna. Við erum ekkert að líma einhverja mynd hérna inn sem við búið til og setjum hana svo inn. Við gefum bara skipun og myndin birtist í skýrslunni. En við skulum bara eyða þessu hérna og svo ætlum við sjálfa að fikta svo litið í þessu. Svona. Þannig nú ég bara með haus og ég prjóna aftur hérna að þá það eina sem eftir Já, eins og ég segi, ef þið velji Word þá þarf Word eða eitthvað sambærilegt LibreOffice að vera uppsett á vélinni. PDF valið þarf TAC að vera uppsett á vélinni. Þetta alltaf valið HTML. Það verður til þessi RMD skrá og þessi sýnisot sem sagt í þessari skrá, bara eyði því en höldum í hausinn og við ekkert að breyta hausnum mikið, það geti valdið einhverjum vandræðum. Og við sáum að þegar við erum með svona, þetta nýr takki sem birtast, þessi nýtt takki og þegar við ítum á þennan takka þá keyrist allt sem í R-klumpum nema annars tekið fram og við sjáum það á eftir hvernig við getum sagt að við viljum ekki keyra einhverjar ákveðnar skipanir. Nú, svo verður til HTML eða doc-skjal í möppunni sem ber sama heit og RMD-skráin eins og ég sýndi ykkur áðan. Og ef eitthvað ekki eins og vera, þá birtast rauð villuskilaboð í keyrsluklukanum. Það verður sennast þá ekki til HTML eða doc-skjal. Við þurfum að skoða villubóðin, laga villuna og íta svo aftur á nýtt takkan. En sem sagt R-klumpar, byrjum R-klumpar svona og lokum svona og við getum valið sem sagt, nú heitir hann vist insert og R en ekki, það stendur ekki chunks lengur á takkanum. Hérna getum við sett inn R-klump. Við getum líka nota Ctrl, Alt og E. Ctrl, Alt og E svona flýtistilling fyrir að setja inn R-klump. Þetta geti verið dæmigerður R-klumpur í RMD skrá. Hann lítur þá svona út. Nú, við skulum bara lesa inn gögnin okkar hérna sem okkar fyrsta nú þurfum við að passa okkur ef við förum hérna í files sjáum hérna bara, nú ætla ég að prófa að keyra þetta og hér fæ ég einmitt einhvers konar villuskilaboð. Fyrsta lagi could not find function read undistrict delim og það ávallt gott að hafa klump hérna, ég Ctrl, Alt og E, library, setjum bara tidyverse og þá fæ ég sem sagt dplyr, þá það komið, svona, en hún finnur ekki pulseall.csv og hér var ég bara að stela þessari skipun hérna. Til að keyra hana hefði þessi skrá hérna, pulseall.csv, þurft að vera í þessari möppu hér. Ég gæti vissulega náði í hana, ég held ég við sýnt ykkur það í eitt af fyrstu myndböndunum, hvar hún stödd þessi skrá, geymt hann á harðadisnum mínum og þá hefði ég geta keyrt þetta svona. En við skulum bara förum hérna í ályktunartölfræði R og já, ég mitt ágætt að mun eftir forkatspakkanum líka, því hann kemur ekki svona sjálfkrafa með. Og förum nú hérna og stelum bara þessum skipunum hér, eða stelum við bara sækjum þær. Hér erum við að ná í gögnin og gerum allar þessar breytingar á gagnatöflun okkar og
kópurum það hér og setjum inn í klump. Nú ætlum ég bara að taka út þessa skipun sem gaf mér þessi villuskilaboð og þá getur þetta bara verið svona fyrsti klumpurinn að hér ég bara að sækja gögnin og koma þess á þá form sem ég vil hafa. En nú ætlum ég sýningu hvað þetta verður allt saman agalega ljótt að fyrsta lagi hér fæ ég ykkur svona warning hérna út allt og þá ætla ég að nota svo kallar klumpastillingar sem ég tala nú ekki fyrir en alveg í lokin en hérna klumpastillingum getum við komið fyrir hér og þetta oft sem við viljum gera hérna bæði warning jafnt og false og message jafnt og false að þá biðja hana að sleppa því að birta þessar athugasemdir í skýrslunum minni. En það sem gerist núna að ef ég segi henni ekki að gera það einhvern veginn öðruvísi að þá prentast R-skipanirnar mínar hér og í svona gráum kassa og þær keyrast. Þannig að pool-skipunin hérna hefur hún birtist hér og hún keyrist og allar þessar skipanir hér þær birtast í skýrslunum minni og svo keyrast þær. Ég ætla að sýna ykkur svo alveg í lokin að þegar við svona tökum aðeins til í skýrslun okkar að við nú sennilegast ekkert skila af okkur skýrslu með öllum þessum R-kóða og þá sýni ég ykkur hvernig við getum nota klumpastillingarnar til að stjórna því hvaða kóði sést og hvaða kóði sést ekki.